ég held að þetta sé bara gamla, þetta bara Ég segi þennan fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs 13, það er 293. fundur bæjarstjórnar, hann er haldinn 17. apríl. Og fyrir fundi þessum liggja alls 6 dagskrármál. Við göngum til hins fyrsta, það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, 467. fundur, og það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem kemur til máls. Forseti og góðir fundarmenn. Það er hér fyrsti liður, já, sem er bæjarráð Fljótsdalshéraðs. Þessi fundur var haldinn 8. apríl síðastliðinn og var 467. fundur nefndarinnar, eða ráðsins, bæjarráðsins. Fundargerðin sem hér liggur fyrir er í 8 liðum og það eru 3 liðir teknir út. Og það er fyrsti liður sem er fjármál 2019 og eins og flest alla mánudagsmorgna þá er farið yfir ýmis gögn og meðal annars íbúaþróun og eftirfarandi tillaga er hér lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og fagnar því að íbúum sveitarfélagsins heldur áfram að fjölga sem bendir til þess að íbúum þykir Fljótsdalshérað vænlegur búsetukostur. Áfram verður því unnið að því að byggja upp innviði sveitarfélagsins og skapa fjölskylduvænt samfélag. Það er liður 1.3 sem er íbúasamráðsverkefni Sambandsins og Akureyrar. Í bæjarráði var farið yfir gögn sem fylgja íbúasamráðsverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga og Akureyrarbæjar. Og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og felur bæjarstjóra í samráði við starfshópinn norræna samstarfsverkefni að sækja aðild að umræddu verkefni. Og kannski til upplýsinga það er talað að 3 sveitarfélög taki þátt í þessu verkefni og svo verður valið úr þessum hópi sem fjölda sem sækir Það er liður 1.5, það er sumarlokun bæjarskrifstofu og það er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að hefðbundin sumarlokun bæjarskrifstofu Fljótsdalshéraðs 2019 verði frá og með mánudeginu 22. júlí og til og með mánudagsins 5. ágúst. Það er ekki þá. Fleira þetta er sem sagt þá þarna fram yfir verslunarmannahelgi. Það opnar það aftur skrifstofan á 3. deginu eftir verslunarmannahelgi. En ekki fleira í þessari fundargerð, hún er lögð hérna fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur þá lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum fyrsta lið. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir fundarmenn. Mér langaði til að taka hér til málsins í 2 liðum. Það er 3 í raun og veru, það er liður 1.1 fyrst. Þannig að ótrúlega ánægilegt að sjá að þessi þróun heldur áfram hér hjá okkur, að hérna fjölgi íbúum og ég held að við þurfum virkilega að gleðjast yfir því að það er svo sannarlega ekki raunin í öllum sveitarfélögum hér á Austurlandi. Mér langaði rétt að innbra á því að í fræðslunefnd þá höfum við mikið verið að ræða og tala það hvernig við getum tekið betur á móti nýjum íbúum af erlendum uppruna. Af því ég hygg að ef þessar tölur eru rýndar að þá er mjög mikið af þessari fjölgun íbúar af erlendum uppruna. Og mér finnst að skipta höfuðmáli að við höldum því verkefni til streitu, fræðslustjóra og yfirmanni tómstunda, er hún það ekki, hún Bylgja? Já, þeim var allavega falið að móta einhvers konar áætlun, móttökuáætlun og mér finnst bara mjög mikilvægt að við höldum því verkefni til haga og fylgjum því eftir að við gerum þetta og tökum vel á móti þessu fólki sem er svo rosalega mikilvægt fyrir sveitarfélagið. Mér langar líka að ræða hérna aðeins lið 1.3, íbúasamráðsverkefni Sambandsins og Akureyrar. Mér finnst þetta rosalega spennandi verkefni
og falla einmitt mjög vel af því verkefni sem að hér hefur verið í gangi, norræna samstarfsverkefnið. Og það er kannski ég horfi sérstaklega í raun og veru til þess að ef að hér verður nú að samningu, þá held ég að öll tækifæri sem við höfum á virku samráði við íbúa séu svo mikilvæg þegar við verðum komin í svona stórt, vonandi komin í svona stórt landfræðilegt sveitarfélag, að þá þurfum við svo sannarlega á því að halda að tryggja einhvern veginn að raddir allra íbúana heyrist. Mér langaði kannski rétt að forvitnast það af því ég sé í kynningunum verkefninu það er gert ráð fyrir því að sveitarfélagi sé tilbúið að setja fjármagn í verkefnið í formi starfskrafts og svona vinnuhóps og mér langaði kannski aðeins að heyra hvort að lægi fyrir einhver tala varðandi þetta, þar að segja hvað menn gera ráð fyrir þetta muni kosta og á hvaða lið þá eigi að taka þá fjármuni. Mér langaði líka aðeins að koma inn á lið 1.4 og fagna þeirri vinnu sem þar er sett á stað í sambandi við áhrif hinna svokölluðu lífskjarasamninga á fjárhagsáætlanagerð sveitarfélagsins. Við í fræðslunefndinni erum allavega byrjuð að skoða fjárhagsáætlun og ég hygg að svoleiðis sé það í öðrum nefndum líka og það skiptir auðvitað okkur miklu máli að fá þessar upplýsingar sem að bæjarstjóri og fjármálastjóri er falið að taka saman, það er að segja áhrif þessara samninga á fjárhag sveitarfélagsins. Takk. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Einhver sem óskar eftir að taka til máls. Einhver sjálfboðaliði til að svara fyrirspurn. Björn Ingimarsson bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti og góðir fundarmenn, alltaf æstur í að svara fyrirspurnum. Það verður bara að segja þess að það er ekki búið að leggja þetta upp á þessari stundu. Það er verið að vinna drög að í rauninni að umsókn. En við erum ekki að sjá að þetta verkefni sem slíkt muni þýða mikið fjárútlát á þessu ári. Það verður þá kannski fyrst og fremst í formi þess að við virkjum þá hér tengilið við verkefnið og þá kostnaður vegna því að sækja fundi með öðrum aðilum verðum við fyrir valinu. En ég tek undir það sem að bæjarfulltrúi Björg sagði hér áðan, þetta er spennandi verkefni. Ég held að falli ágætlega að þessu verkefni sem að okkar fólk hefur verið að vinna á undanfarið og þar af leiðandi var nú ástæða var lagt til að við myndum sækjum aðild að þessu. Takk. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstaklega liða. Fyrst er það liður 1.1 fjármál 2019. Það er borin upp tillaga eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því að réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Orðan næst liður 1.3 íbúa samráðsverkefni Sambandsins og Akureyrar. Tillagan er borin hér upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og síðustu þá liður 1.5 sumarlokun bæjarskrifstofu. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og rétt að taka fram að hér undir lið 1.6 er vísa svo til liðar 2.6 þar sem það er gert til afgreiðslu á þessu sama máli. En að öðru leyti að þá höfum við lokið yfirferð yfir þennan fyrsta lið. Færum það þannig til bókar og göngum til annars dagskrárliðar. Það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs af 467. fundi og það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðir fundarmenn. Já, það er 467. fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs sem haldið var 15. apríl síðastliðinn.
Fundargerðin sem hér liggur fyrir er í 16 liðum og það eru 5 liðir teknir út. Það er fyrst liður 2.1 sem er fjármál 2019 og fjallar ákvörðun að taka skammtíma fjármögnun hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs Fljótsdalshéraðs samþykkir bæjarstjórn hér með að taka skammtíma lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð alltaf krónur 100 milljónir frá og með 12. apríl 2019 með gjalddaga 1. júlí 2019 í samræmi við skilmála skammtímalán sem liggur fyrir á fundinum og sem bæjarstjórn hefur kynnt sér. Lánið er tekið á grundvelli langtíma lánsumsóknar hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til að fjármagna miklar afborganir lánasveitarfélagsins næstu vikur sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt Birni Ingimarssyni bæjarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Fljótsdalshéraðs að undirrita skammtíma lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga. Það er liður 2.6 starfshópur húsnæði Egilsstaðaskóla og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Samkvæmt tillögu starfshóps húsnæði Egilsstaðaskóla samþykkir bæjarstjórn að ráðist verði í framkvæmd við gerð millilofts í Egilsstaðaskóla á yfirstandandi ári. Áætlaður kostnaður við framkvæmdina er rúmar 17 milljónir. Miðað er við að framkvæmdir rúmist innan fjárfestingaheimildar ársins. Umhverfis- og framkvæmdanefnd er falið að yfirfara fjárfestingaáætlun ársins og gera á henni nauðsynlegar breytingar til að gera ráð fyrir framkvæmdinni. Og það er liður 2.7 sem er götulýsing Fljótsdalshéraði. Á fundi bæjarráðs fór bæjarstjóri yfir fund sem hann, skipulags- og byggingafulltrúi og forstöðumaður þjónustumiðstöðvar áttu með fulltrúum frá Rarik, þar sem fjallað var mögulega yfirtöku sveitarfélagsins á umsjón og viðhaldi með ljósastöðum og götulýsingu í þéttbýli. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að sveitarfélagið taki yfir rekstur og viðhald á götulýsingu þar sem sveitarfélagið er veghaldari. Bæjarstjóra veitt heimild til að gera samninga varðandi málið. Og það er liður 2.9 ársfundur Stapa-lífeyrissjóðs og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn að tilnefna Guðlaug Sæbjörnsson sem fulltrúa sinn á ársfundin. Og það er þá lokum liður 2.16 umsagnarbeiðni frumvarp til laga mat á umhverfisáhrifum og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur heilshugar undir þær athugasemdir sem Samband íslenskra sveitarfélaga gerir við frumvarpsdrögin. Og það er ekki fleira tekið þessari fundargerð og hún er lögð hér fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er svo laust undir þessum öðrum dagskrárlið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst liður 2.1 fjármál 2019. Þar er tillaga skammtíma fjármögnun hjá Lánasjóði sveitarfélaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefa merki með því réttu pant. Takk fyrir, það er samþykkt samhliða. Það er þá liður 2.6 starfshópur húsnæði Egilsstaðaskóla. Þar er tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefa merki með því réttu pant. Takk fyrir, það er samþykkt samhliða. Liður 2.7 götulýsing Fljótsdalshéraði. Tillagan er þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefa merki með því réttu pant. Takk fyrir, það er samþykkt samhliða. Og undir lið 2.9 sem heitir ársfundur Stapa-lífeyrissjóðs, þar er borin upp sem tillaga sem lesin voru kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja hann að gefa merki með því réttu pant. Takk fyrir, það er samþykkt samhliða. Og síðustu þá liður 2.16 umsagnarbeiðni frumvarp til laga mat á umhverfisáhrifum. Tillagan er þá borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefa merki með því réttu pant. Takk fyrir, það er samþykkt samhliða. Og athygli er vakin á því
2.16. Að undirlið 2.4 og 2.5 er skráð að afgreiðsla bæjarráðs sé staðfest. Ef ekki eru mótmæli við þeirri ráðstöfun þá höfum við lokið yfirferð hér yfir annan lið og færum okkur í þann þriðja. Og þá ætla ég að fá að skipta sæti. Já, þriðji liður á dagskrá er umhverfis- og framkvæmdanefnd og það er Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerð og drög bókunin. Forseti, ágæta fundafólk. Ég kynni hér til sögu fundargerð á 110. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar Fljótsdalshéraðs. Fundargerðin er alls í 23 liðum og þar af eru, hvað er að segja, 7 liði teknir út, að veðja á það, og til annað kemur í ljós. Fyrst er það liður 3.1 garðsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja 2019, en til umræðu var á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar fyrirkomulag garðsláttar á vegum Fljótsdalshéraðs fyrir eldri borgara og öryrkja. En það gilda sérstakar reglur. Það var svona í umræðunni að taka það til gagngerðrar endurskoðunar, en niðurstaðan var svo að gera það ekki að svo stöddu. Og því er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að ekki verði gerðar breytingar á fyrirkomulagi garðsláttar fyrir eldri borgara og öryrkja að svo stöddu. Það er hins vegar nokkuð ljóst að það er alltaf ástæða til þess að skoða fyrirkomulag og svona á þjónustu af þessu tagi, en þetta allavega mun standa á yfirstandandi ári. Liður 3.6, það er endurskoðun fjallskilasamþykkta Múlasýslna. Fyrir liggur endurskoðun fjallskilasamþykkt starfsvæðis SSA, en það var áður fjallskilasamþykkt fyrir Múlasýslur til samþykktar eða ábendinga. Tillagan var send frá SSA, starfshópur á vegum sambandsins var búinn að fara yfir og gera tillögu. Framkomu athugasemdir í vinnu umhverfis- og framkvæmdanefndar og af því tilefni er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar er skipulags- og byggingafulltrúa falið að senda SSA athugasemdir nefndarinnar. Þetta var nú þannig að þetta er sendt frá stjórn til allra sveitarfélaga og mér skilst að það hafi komið ábendingar víðar að, þannig að það mun væntanlega leiða til þess að stjórn SSA mun annaðhvort fela starfsfólk með að fara í það að kanna þessar athugasemdir og gera það tillögur og breytingum á samþykktinni og hún fer síðan út aftur. Það áttar þannig að öll sveitarfélög þurfa að samþykkja. Þannig að þetta getur nú tekið einhver tíma en það skal þó tekið fram að endurskoðun samþykktanna er mun lengra á veg komið heldur en áður hefur tekist og hefur þó oftar en einu sinni verið reynt að hefja endurskoðunina. Þannig að það er sjálfur sér fagnaðarefni að það sé þó komið á þennan stað. Næst er það liður 3.11 sem að tekin er hér til tillögu gerðar. Það er samþykkt umgengni og þrifnað utanhús í Fljótsdalshreppi, Seyðisfjarðarkaupstað og Fljótsdalshéraði og í sveitarfélaginu Hornafirði. Og þar er sem sagt eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og gerir ekki athugasemdir við framlagðar breytingar og samþykktum umgengni og þrifnað utanhús í sveitarfélagum og starfsvæði heilbrigðisnefndar Austurlands. Bæjarstjórn samþykkir jafnframt samþykktum umgengni og þrifnað utanhús í Fljótsdalshreppi, Seyðisfjarðarkaupstað, á Fljótsdalshéraði og í sveitarfélaginu Hornafirði með áorðnum breytingum eins og hún liggur fyrir fundinn. Liður 3.14, það er tilkynning garnaveiki á bæjar Fljótsdalshéraði og vegna staðfests tilfellis garnaveiki Fljótsdalshéraði þarf að grípa til aðgerða til að hefta útbreiðslu sjúkdómsins og eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn og sveitarfélagi liðsinni þeim bændum á Fljótsdalshéraði sem nú þurfa að taka upp bólusetningu á ný á sama hátt og gert hefur verið á undangengnum árum. Verkefnisstjóri umhverfismála falið að fylgja málinu eftir. Þetta er illu heilli ekki í fyrsta eða eina skipti sem að komið hefur upp garnaveiki innan sveitarfélagsins á undanförnum árum og það er svona að fest í sessi ákveði verklag með hvaða hætti sveitarfélagi kemur að stuðningi við slíka bólusetningu og hér er einfaldlega lagt til að horft verið til þess sem að gert var síðast hvort ef ekki síðast og þar síðast sem að slíkt kom upp.
3.16, það umsókn skráningu nýra landeigna í fasteignaskrá. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá umsókn stofnun landnúmers vegna vegstæðis úr landi Hrafnsgerðis ásamt óskum umsókn bæjarstjórnar landskipti. Eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórnar verða við fyrirliggjandi umsókn og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að fylgja málinu eftir. Jafnframt samþykki bæjarstjórnar veita jákvæða umsögn landskipti. Og liður 3.19 verndarsvæði byggð. En fyrir fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar lá tilkynningu styrkveitingu úr húsafriðunarsjóði vegna verkefnisins verndarsvæði byggð. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og fagnar styrkveitingu til verkefnisins. Ef mér skjátt ekki þeim meira þá hefur þetta verkefni verið á forræði atvinnu- og menningarnefndar, umsóknin og framkvæmd á því sem að snýra verndarsvæði í byggð. Og þá held ég að þetta sé komið. Og það voru nú ekki nema 6, þannig að 6 eru tillögurnar sem liggja fyrir. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og mælendaskrá er opin. Og ef enginn óskar eftir því að taka til máls þá er mælendaskrá lokað. Það gengur til afgreiðslu á einstökum liðum. Það er þá fyrst liður 3.1, garðsláttur fyrir eldri borgar öryrkja 2019. Það er tillaga borin upp sem var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir það samþykkt samhljóða. Nú liður 3.6, það er endurskoðun fjallskila samþykktar Múlasýsla. Það er tillaga borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir það samþykkt samhljóða. Liður 3.11, samþykktum umgengni og þrifnað utanhús í nokkrum sveitarfélögum á Austurlandi. Tillagan er borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir það samþykkt samhljóða. Og liður 3.14, tilkynning garnaveiki á bæjar Fljótsdalshéraði. Tillagan er það borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir það samþykkt samhljóða. Og liður 3.16, umsókn skráningu nýra landeigna í fasteignaskrá. Tillagan þar er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir það samþykkt samhljóða. Og síðustu er það þá liður 3.19, verndarsvæði byggð. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir það samþykkt samhljóða. Og áður en við förum út í þessu lið þá vek ég athygli á því að undir liðum 3.7, 3.13, 3.15 undir þessu liðum er afgreiðsla umhverfis- og framkvæmdanefndar staðfest. Ekki erum við aftökustendur við það, þá höfum við lokið yfirferð yfir þennan 3. dagskrárlið og við göngum til hins 4. sem er fundagerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs, 274. fundur nefndarinnar. Það er Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, góði fundamenn. Ég ætla að fara hérna yfir fundagerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs nr. 274. Hún er sem sagt í 5 liðum og það er 1 liður tekin út sem er liður 4.2. Það varðar sem sagt húsnæðismál Fellaskóla og tónlistarskólans í Fellabæ. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu fræðslunefndar samþykkir bæjarstjórn að þeim starfshópi sem hefur hafið störf vegna hliðstæðrar aðstöðu í húsnæði Egilsstaðaskóla verði falið að skoða húsnæðismál í Fellaskóla í ljósi þessa erindis samhliða þeirri vinnu. Fleira var ekki tekið út og fundagerðin sem lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur þá lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 4. dagskrárlið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá loka ég mælendaskránni og ber þá upp þá tillögu sem að hér var lesin og kynnt. Það er undir lið 4.2, húsnæðismál Fellaskóla og tónlistarskólans í Fellabæ. Þeir sem samþykkja tillögunni gefur merki með því rétt upp hönd.
Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Við höfum þá lokið yfirferð yfir 4. dagskrárlið og göngum til hins 5. Það er fundargerð ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs, 79. fundur ráðsins og Björn Ingimarsson bæjarstjóri tekur til máls. Forseti og góði fundarmenn, ég ætla að fara hér yfir fundargerð ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs en 79. fundur ungmennaráðs var haldið mánudaginn 8. apríl síðastliðinn og hún er í 3 liðum og þeir eru allir teknir út. Það er þá fyrst liður 5.1, ungmennaþing 2019 og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn fagnar því öfluga starfi sem ungmennaráð stendur fyrir, svo sem hinu árlega ungmennaþingi sem að þessinni var haldið 4. apríl síðastliðinn. Tillögur ungmennaþings munu vera teknar til skoðunar hjá nefndum og stjórnsýslu sveitarfélagsins þegar ungmennaráð hefur lokið úrvinnslu þeirra. Og síðan eru liður 5.2, mótmæli fyrir umhverfið og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn fagnar þeim áhuga sem ungmenni sína loftslags og umhverfismálum og treystir því að þessi kynslóð síni gott fordæmi varðandi öll umhverfismál. Jafnframt hvetur bæjarstjórn alla íbúa sveitarfélagsins til að huga þessum málum og stjórnvöld til að leggja meiri áherslu á umhverfis- og loftslagsmál í stefnumótun sinni og aðgerðum. Og að lokum er það liður 5.3, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu ungmennaráðs samþykki bæjarstjórn að Einar Freyr Guðmundsson, Kristbjörgu Mekkin Helgadóttur og Rafael Rökkva Freysinni Við færðum þetta allt í nefnifall hérna áðan nefnilega. Og ég sé það að Freyrsson verði aðal fulltrúar í starfshópum umhverfisstefnu Fljótsdalshéraðs, ég vona að þetta skiljist. Varamenn verði Almar Aðalsteinsson, Erla Jónsdóttir og Guðrún Lára Einarsdóttir. Og hér með fundargerðin lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Takk fyrir það, Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu, en það sem þetta er búið að breyta textanum þannig að þetta sé málfræðilega rétt. Það fyrst velveringur á því, það hefur ekki verið komið fyrir. Orðið er laust undir þessum 5. lið ef einhver óskar eftir að taka til máls. Ef að svo er ekki, þá loka ég mældaskráni og það gengir til afgreiðslu liða. Fyrst liður 5.1, ungmennaþing 2019. Það er tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því að réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 5.2, það er mótmæli fyrir umhverfið. Tillagan þar er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 5.3, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Þar er tillagan borin upp nánast eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. En þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Við hefum þá lokið afgreiðslu á fundargerð ungmennaráðs og þá er aðeins eftir 7. dagskrárliðurinn sem er beiðni umsókn rekstrarleyfi til veitingar í flokki veitingar í flokki 2, Níelsen. Fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumannum á Austurlandi vegna umsóknar rekstrarleyfi fyrir sölu veitinga í flokki 2 í Níelsen Egilsstöðum. Umsækjandi er SK Veitingar EHF Kári Þorsteinsson. Fyrir liggur jákvæð umsókn byggingafulltrúa. Umsókn frá heilbrigðiseftirliti Austurlands liggur ekki fyrir en verður send leið og hún berst. Eftirfarandi tillaga er lögð fram með vísan til 4. málsgreinar 10. grein laga nr. 85/2007 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Veitir bæjarstjórn jákvæða umsókn og staðfestir jafnframt að staðsetning staðar sem umsóknin lítur af sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til um. Bæjarstjórn bendir á að eldvarnareftirlitið og vinnueftirlitið skila sínum umsóknum beint til sýslumanns. Orðið er laust undir þessum lið ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Og ef svo er ekki að þá loka ég mældaskráni og ber tillöguna upp eins og ég las hana hér áðan þeir sem samþykkja hana gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið við að fara yfir dagskrá fundarins. Ég vil þakka þeim sem að fylgdust með fundinum í útsendingu en hún verður nú rofin en fundir er ekki slitið fyrir lokið verið við að fara yfir fundargerð og undirrita hana.